Komið þið sæl, góðan dag. Ég heiti Arin Björn Vilhjálmsson og menntaður arkitekt og starfa sem skipulagsstjóri Garðabæjar og minn fyrirlestur fjallar skipulagsáætlanir og mannvirkjahönnun og hluti af námsefni fyrir löggildingu mannvirkjahönnuða. Ég skipti þessum fyrirlestri upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn fjallar landskipulagsáætlanir og svæðisskipulag og aðalskipulag, en í síðari hluta þá mun ég fjalla deiliskipulag. Ég vil byrja á því að víkja fyrst almennt að skipulagi og skipulagsskyldu. Skipulag formleg bindandi áætlun sveitarfélags fyrirkomulag byggðar og mótun umhverfis til framtíðar. Og í skipulagi ákveðið hvernig landi skuli ráðstafað og þar forsendum ákvarðana sveitarstjórnar lýst og hvernig standa skuli að framkvæmd þeirra, en skipulag á að tryggja að land sé nýtt á hagkvæman hátt með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Við byggjum að sjálfsögðu á skipulagslögum og þau lög sem nú í gildi tóku gildi árið 2010 og hafa það ágæta númer 123 eða 123. Og þar í fyrsta kafla sett almenn ákvæði lögin og markmið þeirra og það alltaf hollt og gott að rifja það upp með reglulegu millibili. Við sem fáumst við skipulagsmál á hverjum degi, við höfum gott að því að rifja það upp. Markmið skipulagslagana að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi haft að leiðarljósi. B. Að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landlags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ánýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. C. Að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi. D. Að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda og við gerð slíkra áætlana. E. Að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla. Og það síðan sett reglugerð sem byggir á skipulagslögunum og það ráðherra sem setur reglugerð sem nær til landsins alls gerð skipulagsáætlana og framkvæmdaleyfi að fengnum tillögum skipulagsstofnunar og umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og það skipulagsreglugerðin sem hefur verið sett samkvæmt þessari grein skipulagslagana. Skipulagsreglugerðin, hún hefur í rauninni sömu markmið eins og skipulagslögin og þarf við að endurtaka það, en hún hér, reglugerð nr. 90 og eins og fyrir segir að þá það ráðuneyti sem setur þá reglugerð. Skipulagskerfið stigskipt eins og menn vita og skipulagslög tilgreina 3 tegundir skipulagsáætlana, svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Við skipulagsgerð skulu sveitarstjórnir jafnframt taka mið af gildandi landsskipulagsstefnu og það rauninni efsta lag skipulagskerfisins. Það síðan mjög mikilvægt að gildandi skipulagsáætlanir skulu vera í innbyrðis samræmi. Svæðisskipulag þannig rétthærra aðalskipulagi og aðalskipulag rétthærra en deiliskipulag. Öll mannvirki, framkvæmdur og aðgerðir sem hafa áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir. Í megindráttum þá allt skipulagsferli svipað, hvort sem það svæðisskipulag, aðalskipulag, deiliskipulag að ræða. Reyndar landsskipulag með nokkuð öðrum hætti en ég mun fara yfir það hér á eftir. En þetta ferli sem öll skipulagsstigin þurfa að fara í gegnum. Það byrjar á verkefnislýsingu sem kynnt og borin undir skipulagsstofnun og þá jafnan líka unnið samhliða drög að umhverfismati. Verkefnislýsingin mjög mikilvægt gagn í skipulagsferlinu og hefst vinnan jafnan þannig samkvæmt nýju lögunum. Í eldri lögum var ekki gert ráð fyrir svona verkefnislýsingu og hafandi reynslu af báðum lögunum, bæði þeim sem í gildi núna og þeim sem voru áður, að þá verkefnislýsingin mjög gott fyrsta skref
til þess að ná utan um verkefni, til að lýsa því hvernig vinna skuli verkefni og svo framvegis. Og hún eins og kemur fram, borin undir Skipulagsstofnun, en síðan hún auglýst, til dæmis á heimasíðu sveitarfélagsins. Það líka stundum viðhaft að halda kynningarfundi og annað strax á fyrsta stigi með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum og það undirbúningur þá skipulagsferlisins. Næsta skref í skipulagsferlinu síðan svokölluð forkynning. Þá hefur tillagan verið mótuð og í frumdráttum misjafnlega langt komin en getur verið svona nokkuð ómótuð þegar hún fer á forkynningastig, allt eftir svona eðli verkefnisins. En þar tillagan kynnt á áberandi hátt, gjarnan haldnir fundir með íbúum eða öðrum hagsmunaaðilum og má segja að það sé verið að vinna tillöguna meðan að járnið heitt, eins og sjá má á myndinni hér til hliðar. Nú, þegar að forkynning auglýst og þá köllum við eftir ábendingum. Það að segja það sem við fáum frá almenningi og hagsmunaaðilum og umsögnir, sagnir og annað, þeim ber ekki að svara formlega en þær eru teknar og það unnið úr þeim og þær geta oft haft talsverð áhrif á tillöguna og mjög mikilvægt skref í ferlinu öllu. Þegar að unnið hefur verið úr ábendingum, að þá tekur við auglýsing tillögunar formleg, þá tillagan rauninni orðin fullmótuð og þá hún auglýst með formlegum hætti í 6 vikur ásamt umhverfisskýrslu ef við samanber umhverfismat áætlana og hún auglýst í 6 vikur og það gildir bæði aðalskipulag og deiliskipulag og svæðisskipulag. Og það athugasemdir sem berast á þeim tíma, það að segja athugasemdafrestur rennur þá út á liðnum þessum 6 vikum, að þær athugasemdir eru teknar til úrvinnslu og þeim ber að svara formlega og með rökstuðningi. Í kjölfarið á því, það hafi ekki verið verulegar breytingar, að þá tekur samþykktarferlið við. Ef það eru breytingar á tillögunni í kjölfar athugasemda, að þá þarf líka að auglýsa það sérstaklega að deiliskipulag hefur tekið gildi og að það hafi verið í kjölfar athugasemdagerðar á tillögunni ákveðnar breytingar. Nú ef að breytingar eru það miklar á tillögunni að þá oft farin svo leið að allt eftir því hvernig menn meta þær breytingar að þá tillögunni bókstaflega vísað aftur til auglýsingar. Að lokinni samþykkt þá tillagan send Skipulagsstofnun til athugasemdar og gangi það athugasemdalaust að hálfu Skipulagsstofnunar að þá hægt að staðfesta gildistöku skipulagsins með auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda og einnig oft sérstaklega ef að hafa verið gerðar einhverjar breytingar á tillögunni þá auglýst með ábyrjandi hætti að hver niðurstaða sveitarstjórnar var. Nú, það sem mikilvægt í þessu öllu saman að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila á öllum stigum ferlisins, alveg frá verkefnislýsing að auglýsingu og það gert með ýmsum hætti, það eru haldnir fundir, það eru settar auglýsingar í dagblöð, á heimasíðu sveitarfélagana, það eru send dreifibréf, það eru haldnir samráðsfundir með hagsmunaaðilum sérstakir og svo framvegis, þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara og það viðvarandi áhyggjuefni þeirra sem fást að skipulagsmálum að sem flestir viti af því sem í gangi hverju sinni og það náttúrulega skipulagsnefndir sem fara með þessi mál fyrir hönd sveitarfélagana og síðan þau sendar afgreiðslutillögur til bæjarráðs og bæjarstjórnar hverju sinni varðandi svona loka samþykktir og afgreiðslur úr skipulagsnefnd. Umhverfismatið líka hluti að ferlinu öllu og það í rauninni gegnumgangandi umhverfismat sem þarf að viðhafa á öllum stigum, alveg frá lýsingu og alveg þangað til að tillagan tilbúin og það á við allar stefnumarkandi áætlanir eins og landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlanir svæðis og aðalskipulag og framkvæmda áætlanir sem eru deiliskipulag. Og síðan þetta það sem við tölum sem umhverfismat áætlana og síðan eru ákveðnar framkvæmdir, þær þurfa þá líka að fara í mat á umhverfisáhrifum framkvæmda sem síðan
samkvæmt öðrum lögum, þannig að umhverfismatið alltaf viðvarandi og við viljum gjarnan flétta það inn í ferlið allt alveg frá upphafi því að þetta það sem við þurfum alltaf að taka tillit til og átta okkur á því hvað við erum að gera og hvaða áhrif það hefur á umhverfið. Það sem svona efsta lagið í skipulagskerfinu að það það sem við köllum landsskipulagsstefnu og það kveðið á landsskipulagsstefnu í 3. kafla skipulagslagana. Landsskipulagsstefna felur í sér stefnu ríkisins í skipulagsmálum og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga. Í landsskipulagsstefnu eru setta fram áherslur skipulagsmál sem varða almannahagsmuni og byggðaþróun og landnotkun á landsvísu. Og þið sjáu hér á þessum skýringamyndum svona það bil hvernig þetta spilar saman. Það umhverfisráðherra sem leggur fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar landsskipulagsstefnu innan 2 ára frá alþingiskosningum. Og ráðherra felur Skipulagsstofnun að vinna tillögur á landsskipulagsstefnu. Ráðherra setur fram hverjar áherslur landsskipulagsstefnu skulu vera. Og sú landsskipulagsstefna sem nú í gildi var hér samþykkt fyrir nokkrum árum. Það landsskipulagsstefnan 2015 til 2026 og þingsályktun þá landsskipulagsstefnu var samþykkt á Alþingi 16. mars 2016 og í henni sett fram stefna hvernig stjórnvöld skuli vinna að skipulagsmálum og byggir hún á 4 leiðarljósum. Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri þróun, að skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt og stuðli að siglu gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum, að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að lífsgæðum fólks, að skipulag byggðar og landnotkunar styðji samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta. Og landsskipulagsstefnan sett í þessu hefti hér sem þið sjáu forsíðuna á hérna á myndinni og hún felur í sér stefnu 4 viðfangsefni. Í fyrsta lagi skipulag á miðhálendi Íslands. Staðinn verði vörður náttúru og landslag miðhálendisins vegna náttúruverndargildis og mikilvægis fyrir útivist. Uppbygging innviða á miðhálendinu taki mið af sérstöðu þess. Má nefna það áður var í gildi sérstakt svæðisskipulag fyrir miðhálendið en nú það landsskipulagsstefna sem að rauninni hefur yfirtekið það hlutverk. Í öðru lagi skipulag í dreifbýli. Skipulag í dreifbýli gefur kost á fjölbreytni nýtingu lands, svo sem til ræktunar, ferðaþjónustu og útivistar í sátt við náttúru og landslag. Í þriðja lagi búsetumynstur og dreifing byggðar, þróun þéttbýlis og fyrirkomulag byggðar, stuðlið að sjálfbærni með áherslu á gæði í hinu byggðaumhverfi og markvissu og samþættu skipulagi byggðar og samgangna. Og í fjórða lagi þá kveður landsskipulagsstefna á skipulag á haf- og strandsvæðum. Skipulag haf- og strandsvæða veitir grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu leið og viðhaldi verði mikilvægum auðlindum hafsvæða við Ísland. Sem dæmi viðfangsefni landsskipulagsstefnu tek ég hérna búsetumynstur og dreifing byggðar. Þar talað vöxt þéttbýlisstaða inn á við. Sveitarfélög skilgreini vaxtarmörk með það að markmiði að efla viðkomandi stað svo sem með blöndun byggðar og endurskipulagningu vannýttra svæða. Þetta hefur til dæmis verið gert í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, þar sem að vaxtarmörkin hafa verið skilgreind og innan þeirra skal uppbyggingin á skipulagstímabilinu fara fram. Það kveður hagkvæma uppbyggingu. Stefna íbúðar og atvinnuhúsnæði taki mið af fyrirsjáanlegum þörfum samfélagsins og lýðfræðilegum breytingum til framtíðar. Og það kveður gæði byggðar og bæjarrýma. Setji stefnu mælikvarða byggðar, byggðamynstur og samspil byggðar, bæjarrýma og ferðamáta. Það mikilvægt verkefni framundan sem framfylgt stefnunnar í gegnum skipulagsgerð og sérstök verkefni stjórnvalda. Þannig að þetta þessi ytri rammi sem ríkisvaldið setur skipulagsmálunum í þessu skipulagskverfi og sett fram í landsskipulagsstefnu. Það eru þessar 3 tegundir skipulagsáætlana sem ég vík nú að og eru þessi þekkta lagskipting, svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Svæðisskipulag, það þegar að 2 eða fleiri samliggjandi sveitarfélög standa að sameiginlegu svæðisskipulagi. Það eru svæði sem mynda landfræðilega, hagræna og félagslega heild. Það alls staðar valkvætt á landinu nema á höfuðborgarsvæðinu því að síðustu skipulagslög kveða sérstaklega á það að það skuli vinna svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæði.
Það sett fram sameiginleg stefna byggðaþróun og þætti landnotkunar sem talin þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. Og stefnan sett til að minnsta kosti 12 ára og til dæmis að þá gildir núverandi svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til 2040. Þannig að það er rúmlega 20 ára tímabil sem horft til, en verður eflaust endurskoðað einhvern tímann á miðju því tímabili. Aðalskipulag skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og það skylda fyrir öll sveitarfélag að vinna aðalskipulag. Þar kemur fram stefna sveitarstjórnar landnotkun og byggðaþróun, byggðamynstur og þjónustukerfi til að minnsta kosti 12 ára og endurskoðað á 4 ára fresti eða í upphafi hvers kjörtímabils. Það bindandi við gerð deiliskipulags og útgáfu framkvæmda og byggingarleyfa og það skal að sjálfsögðu vera samræmi við svæðisskipulag og landsskipulagsstefnu. Ég hef sýnt þarna með örinni rammaskipulag sem tæki sem sveitarfélag nota gjarnan til þess að ná utan stærri heildir innan sveitarfélagsins. Hefur lengst af ekki haft lögformlegt gildi en tæki sem sveitarfélag nýta sér oft. Ég get nefnt sem dæmi í Garðabæ að þá eigum til dæmis rammaskipulag fyrir byggðina í Urriðaholti sem nú að rísa í áföngum, í deiliskipulagsáföngum og hefur verið mjög mikilvægt tæki til þess að ná utan heildarskipulag þess svæðis, þess bæjarhluta. En í skipulagslögunum líka möguleiki á því að vinna það sem kallað rammahluti aðalskipulags. Til dæmis sem aðalskipulagsbreyting fyrir ákveðið svæði, það sem kveðið nánar á uppbyggingu og ýmsa þætti sem nauðsynlegt að skýra þegar unnið deiliskipulag í áföngum fyrir heilu bæjarhlutana. Þannig að ég hef það hér með í þessari mynd til að minna á það mikilvæga tæki sem rammaskipulagið og ég get sagt í mínu tilfelli í Garðabæ við höfum notað þetta tæki talsvert. Svo það deiliskipulagið. Það skipulagsáætlun fyrir afmörkuð svæði eða reiti innan sveitarfélags og það rauninni nánari útfærsla á stefnu aðalskipulags og að sjálfsögðu skylda að vinna þegar að framkvæmdir eru fyrirhugaðar í talmögjum þegar eru stærri heildir í uppbyggingu. En við komum nánar að öllu þessu hér í framhaldinu. Ég ætla að byrja á því að ræða hér svæðisskipulag. Svæðisskipulag, eins og áður segir, nær til 2 eða fleiri sveitarfélaga. Hér á höfuðborgarsvæðinu eru 7 sveitarfélag sem að standa að svæðisskipulagi. Það valkvætt nema á höfuðborgarsvæðinu. Það sameiginleg stefna þeirra byggðaþróun og það þætti landnotkunar sem þurfa á talin að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna og svo framvegis. Og staðbundnar ákvarðanir landnotkun skulu eingöngu teknar í svæðisskipulagi að því marki sem nauðsyn þykir til að tryggja sameiginlega hagsmuni hlutaðeigandi sveitarfélaga til að útfæra landsskipulagsstefnu á hlutaðeigandi svæði eða vegna nauðsynlegra samræmingar landnotkunar í fleiri en einu sveitarfélagi. Og svæðisskipulag skal sett fram í skipulagsgreinargerð að því marki sem tilefni til að marka stefnu staðbundnar ákvarðanir í svæðisskipulagi skal svæðisskipulag jafnframt sett fram og þema uppdráttum með greinargerð og eða sérstökum skipulagsuppdrætti. Þau svæðisskipulag sem í gildi hér á Íslandi í dag, að það svæðisskipulagi hér fyrir höfuðborgarsvæðið sem hefur heitið höfuðborgarsvæðið 2040. Það til svæðisskipulag Snæfellsness, svæðisskipulag Eyjafjarðarsvæðis og svæðisskipulag Suðurnesja og svæðisskipulag miðhálendis Íslands og svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslu. Svæðisskipulagið fyrir höfuðborgarsvæðið 2040 var staðfest árið 2015 og þar höfuðborgarsvæðið að sjálfsögðu 1 búsetusvæði, 1 atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir, útmörk, landslag og náttúru og svo framvegis. Og það sett fram mörg mikilvæg markmið í þessu ágæta plaggi og þið sjáið að eitt af því sem svæðisskipulag tekst á við að það að stuðla að þéttingu byggðar og þeirri hagkvæmni sem af henni hlýst sem mjög mikilvæg fyrir alla byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu. Þið sjáið að á þessum myndum sem eru nú hérna úr svæðisskipulaginu að hver munurinn frá 1985 til 2012. Þá 1985 voru íbúafjöldinn 135.000 en í dag hann eða 2012 205.000 og komið meira í dag að sjálfsögðu.
En þá voru 54 íbúar á hektara árið 1985 en þeir eru orðnir í dag 35 og sem náttúrulega miklu dreifðari byggð heldur en áður var og svo hefur fjöldi fólksbíla farið úr tæpum 70.000 og yfir 125.000 og ennþá meir í dag. Þannig að þetta náttúrulega bara þau viðfangsefni sem að svæðisskipulag tekur á og þarf að finna út úr hvernig við tökum á þessu því þetta eru miklar breytingar. Nú ætla ég að víkja að aðalskipulagi, en aðalskipulagi er kjarninn í skipulagskerfinu og helsta stjórntækið í skipulagi og þróun landnotkunar. Það er vettvangur stefnumótunar mikilvæg viðfangsefni sem snerta þróun sveitarfélagsins og fer í rauninni talsvert út fyrir það sem við myndum svona flokka sem skipulagsmál almennt en skipulagsmálin eru bara þess eðlis að það er þeim fátt óviðkomandi en það er nokkur svona blæbrigða munur á því hvernig menn setja þetta fram hjá sveitarfélögum. Aðalskipulag skal miðla málum milli ólíkra hagsmuna þeirra sem búa og munu búa í sveitarfélaginu, stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum. Sveitarstjórn ber ábyrgð á því að aðalskipulag sé unnið og vinnsla aðalskipulags og ferli er í höndum skipulagsnefndar í umboði sveitarstjórnar. Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulag og sendir skipulagsstofnun til staðfestingar og aðalskipulag öðlast gildi við staðfestingu skipulagsstofnunar eða ráðherra sé því vísað til hans í sérstökum tilfellum og það er öðlast gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðinda. Ef við horfum á gildissvið og áherslur aðalskipulag að þá er það skipulagsáætlun sem tekur til alls lands, vatns og hafs innan marka sveitarfélags. Það er gaman að nefna það að hvar mörkin eru til dæmis þegar að sveitarfélag liggur að hafi að þá er talað að það sé skipulagssvæði aðalskipulagsins eru 115 metrar út frá strönd sem eru það sem að kallast netlög og byggir á tilskipun frá árinu 1849 60 faðma út frá stórstraumsfjöruborði. Aðalskipulag byggir á markmiðum skipulagslaga og skipulagsreglugerðar, landsskipulagsstefnu og svæðisskipulags liggi það fyrir. Þar er sett fram stefna sveitarstjórnar þróun sveitarfélags varðandi landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu og þjónustukerfi og umhverfismál og takmarkanir á landnotkun svo sem vegna náttúruvár og verndar. Stefnan skal rökstudd með vísun í markmið sveitarstjórnar, með vísan í byggðaþróun undanfarinna ára og líklega framvindu á þeim málaflokkum sem fjallað Og það skal sett, aðalskipulag skal marka stefnu til að minnstakosti 12 ára, ekkert óalgengt að það sé horft til 20 ára, en að loknu sveitarstjórnar kosningu leggur sveitarstjórn mat á hvort endurskoða þurfi stefnuna. Nú, ef við horfum á skipulagsferlið og hvernig það fer fram, þá er kynning og samráð við gerð aðalskipulags afar mikilvægt og frá upphafi skipulagsvinnunar skal höfð virk og samvinna við íbúa hagsmunaaðila og leitað eftir sjónarmiðum og tillögum mörkun aðalskipulagsstefnu. Í skipulagslögum og reglugerð kveðið á kynningar og samráðsferli. Það skal hafa samráð við aðila sem fara með málaflokka sem skipulagið nær til, lögbundnir samráðsaðilar, til dæmis Samgöngustofa, Vegagerðin, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Landsnet, Fiskistofa og svo framvegis. Og það er mikilvægt að eiga samráð snemma í vinnsluferlinu við mótun tillögu þegar fleiri valkostir eða útfærslu standa til boða. Og alltaf þörf á að undirstrika það að sem flesti komi að þessu og við vekjum athygli á þessu og það er líka mikilvægt að fá hugmyndir og fá viðhorf fram þannig að allt sé tekið til athugunar og skoðunar og þetta getur vel haft áhrif á mótun tillögunar þegar hún fer að mótast. Og framsetning aðalskipulags sem ýmsum hætti, ég er nú bara með dæmi hér framsetningu aðalskipulags í sveitarfélagi þar sem ég starfa, Garðabæ. Framsetningin er yfirleitt með þeim hætti að það er greinagerð sem er ritaður texti á svona skýringarmyndum og þess háttar sem getur verið heilmikil bók og því fylgir umhverfisskýrsla samanber mat á umhverfismati áætlana og svo er það aðalskipulagsuppdrátturinn þar sem að landnotkun kemur fram og er svona hinn mikilvægi þátturinn í framsetningu aðalskipulagsins og hérna sjáum við til dæmis að við erum með uppdrættin í 2 hlutum bara vegna lögunar og stærð sveitarfélagsins að þá er það þéttbýlishlutin sem er á norður uppdrætti
meðan að upplandið er hér á minni uppdrætti sem er fyrir suðursvæðið eða upplandið eins og við köllum það. Og þið sjáum náttúrulega áskýningar myndunum hvaða litur táknar. Hér sjáum við svona stækkaða mynd af aðalskipulagi, það sem er náttúrulega aðalskipulagsuppdrætti. Þar sem er mest áberandi er þessi dökkfjólublái litur sem táknar íbúðabyggð. Guli liturinn táknar verslun og þjónustu. Þessi brúnguli miðsvæði, rauði liturinn er gjarnan samfélagsþjónusta eins og skólar, leikskólar og sjúkrahús og þessanar, og svo athafnasvæðin eru með gráa litin. Og síðan eru þessi mjög áberandi þessi dökkgræni litur sem eru síðan opnu svæði. Svo er annað sem náttúrulega kemur líka fram á aðalskipulagsuppdrætti og er mikilvægt að það er þjónustukerfin eins og samgöngur og hérna sem eru þá akvegir, stofnbrautir, tengibrautir og svo framvegis, og svo allir stígar sem geta verið stoppstígar, tengistígar, útivistarstígar eða reiðleiðir og svo framvegis. Eitt sem við sjáum líka hér á þessum uppdrætti eru hvernig við sýnum hér þessa svörtu punkta hér við stofnbrautirnar. Það er það sem aðalskipulag gerir ráð fyrir að rísi mislæg gatnamót í framtíðinni. Hérna höfum við, það kannski sést ekki mjög greinilega þessum uppdrætti. Þar sýnum við, og þetta er skipulag sem hefur nýlega verið staðfest, þar sýnum við borgarlínu hér meðfram Hafnarfjarðarvegi. Þó Garðabær er fyrsta sveitarfélagi til þess að staðfesta borgarlínu í sínu aðalskipulagi og hinn sveitarfélagir vinna nú að því að gera það í samræmi við svæðisskipulag. Og síðan er eitt sem kemur líka fram sem er úr svæðisskipulaginu. Þið sjáu þessa brotnu rauðleitu línu hér. Þetta eru vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins sem svæðisskipulag gerir ráð fyrir að byggðin fram til 2040 þróist innan þessara vaxtamarka, og þetta er svona eina af þessum mikilvægu hlutum sem við höfum verið að taka upp úr nýja svæðisskipulaginu. Svo eru aðrar takmarkanir eins og minjaverndin og friðlýst svæði og svo framvegis sem er bara eitthvað sem er ekki ákvæðið í aðalskipulagi. Hins vegar að það sem er ákvæðið í aðalskipulagi varðandi friðun, það er það sem er svona rúðustrikað hér, sjáum við hérna við Vífilsdalshliðina og aðeins hérna annar staðar. Það er það sem er kallað hverfisvernd, og það er vernd sem er sett í skipulagsáætlun sveitarfélaga, aðalskipulagi og jafnvel deiliskipulagi líka, og er ákvörðun sveitarfélagsins verndarákvæði sem getur verið með margvíslegum hætti. Nú greinargerðin er heilmikið plagg, í okkar tilfelli hér 10 kaflar, og það er eins og skipt upp eftir viðfangsefnum að sjálfsögðu. Fyrsti hlutur viðfangsefni og verklag, annar kafli helstu forsendur, þriðji kafli landnotkun, fjórði samgöngu og þjónustukerfi, fimmti verndarákvæði og takmörkun og landnotkun, sjötti breytingar frá síðasta aðalskipulagsáætlunum, og svo sjöundi kaflinn umhverfisskýrslan sem reyndar í þessu tilfelli í sér hefti, og svo þarna kafli kynningu, auglýsingu og afgreiðslu skipulagsins, kafli samþykkt og staðfestingu og síðan uppdrættir. Viðfangsefni og verklag sem settið fram í aðalskipulagsgreinargerð, að þar talað samráðið, lýsing verkefnisins, samráðsfundi með hagsmunaaðilum. Það eru helstu viðfangsefni sem byggð, samgöngur og veitur, umhverfismat, áætlanir og vinnulag, og helstu áherslu við gerð skipulagsins, almennatriði, byggðamynstur, þjónustukerfi og umhverfi. Nú helstu forsendur er næsti kafli í greinargerð aðalskipulagsins. Það er náttúrulega skilgreint hvaða skipulagssvæði við erum að fást við. Það eru bara staðamörk sveitarfélagsins. Það eru svona helstu staðhættir. Það er mannfjöldi og byggðaþróun, og þar þarf að skoða íbúafjöldan, íbúaspár, aldursskiptingu sem skiptir líka miklu máli, og fjölskyldustærð. Það er að segja hversu margir búa á hverju heimili, hverju íbúðareiningu. Íbúðir og íbúðahverfi, atvinnulíf, aðrar skipulagsáætlanir, sjálfsögðu, og aðrar áætlanir Garðabæjar sem verður líka að taka tillit til. Og þið sjáu hérna á myndinni sem er hér vinstra megin í horninu, að þar sjáu þið þróunina á meðal íbúafjölda í hverri íbúð í Garðabæ, og var hún bara fyrir 20 árum rúmlega 3 íbúar á íbúð, en stefni núna
í átt að tveimur. Og þetta náttúrulega breyting sem hefur mikil áhrif á þróun byggðar og munar miklu hvort þú ert með 2 eða 3 íbúa í íbúð. Þegar við ræðum landnotkun í 3. kafla aðalskipulagsgreinargerðar, að þá eru svona kveðið á almennatriði, það eru fullbyggð svæði, landnýting og þéttleiki, rammaskipulag sem getur líka verið þá hugsanlega sett fram síðar sem breyting á aðalskipulagi, sem rammahluti aðalskipulags, og það kveðið á áfangaröð. Og það þessi þéttleiki byggðar sem er mikilvægt viðfangsefni og hana má náttúrulega mæla og ákvarða með ýmsum hætti. Hérna erum við að miða við fjölda íbúða á flatareiningu, það að segja íbúður á hektara. Og meðal þéttleiki byggðar, til dæmis í Garðabæ, eru 11 íbúar á hektara sem ekki mikið. Síðan það svo háð útfærslu, hvernig þéttleikin kemur út. Og þið sjáu hérna eru dæmi mikið þéttleika sem getur verið 75 íbúður á hektara. Það hægt að ná því fram með einum stórum turni. Það hægt að gera það með svona randbyggð, eins og myndin í miðjunni sýnir, eða þá með svona raðhúsabyggð eins og myndin til hægri sýnir. Þetta bara gott dæmi það hvernig þetta útfæra þetta, því að þéttleikinn segir ekki alltaf allt. Við þurfum líka að horfa á hvernig það útfært. Hérna líka dæmi þéttleika íbúðabyggðar í Garðabæ, svona dæmi sem við þekkjum og ég held áfram að taka dæmi í sveitarfélagi þar sem ég starfa. Að þar til dæmis þéttleikinn í íbúðahverfi sem svona villuhverfið í Arnarnesi, þar eru bara 6 íbúðir á hektara. Með þennan Sjálandi sem svona þétt fjölbýlishúsabyggð, þar eru 47 íbúður á hektara, þannig að þið sjáu það mikill munur á því hvernig með nýta landið. Það kemur hérna aðeins inn á áfangaröðina sem sett fram svona í aðalskipulagi og það skiptir máli, sérstaklega fyrir þá sem að spá í framtíðina, líka landeigendur og aðra sem að svona átt að sjá því hver svona áfangaröðin sem að sveitarfélagi sér fyrir sér. Það geta alltaf verið breytingar á þessu og þetta samt mikilvægt til þess að slá á væntingar og annað og bara til þess að hafa einhverja skynsemi í uppbygginguna, það sé ekki margir staðir í uppbyggingu í einu, heldur að við eigum líka fyrir framtíðina land sem að menn geta ráðstafað þegar fram í sækir. Nú landnotkun, hún ef við horfum á hana, þá eru svona almennar gæðakröfur settar fram í greinargerð. Ég ætla ekki að fara að lesa upp nákvæmlega, þið getið bara stöðva myndina og lesið þetta ef þið viljið. En það eru líka sett ákvæði bílastæði. Það líka sett fram hlutir sem eru svona ákveðin takmörkun og rekstri. Það sett fram í aðalskipulaginu. Man spyr sig, er þetta skipulagsmál? En aðalskipulaginu svona stundum ekkert óviðkomandi og það stundum farna þær leiðir að setja svona ákvæði inn í aðalskipulag. Það til dæmis með ákvæði skilti sem er svona til þess að dempa þessa skiltaveðingu sem stundum vill verða stjórnlaus og það hefur verið heilmikið í umræðinni hjá okkur allavega að hleypa því ekki of langt og að tryggja það náttúrulega að fyrirtæki og aðrir rekstraraðilar hafi góðan sýnileika en að það fari ekki svona allt úr böndum og spilli svona ásýnd byggðarinnar. Nú, síðan þessi mikilvægi kafli landnotkun, ég nefndi áðan að það þessi áberandi dökkfjólublói litur sem íbúðabyggðin og þar erum við náttúrulega á uppdrætti setjum við fram, við flokkum þetta niður eftir ákveðnum svona reitum. Og þessi reitir hafa alla vísan inn í greinargerð og þar eru sett nánari ákvæður svona hvern reit fyrir sig. Við sjáum hérna til dæmis á þessari mynd hér að hér erum við reynda líka búin að skilgreina það sem stendur hér A og svona með standandi grafíringu. Það ákveðið svæði sem við skilgreinum í aðalskipulagi sem þróunarsvæði sem þýðir það að í framtíðinni ætlum við að skoða þetta og taka þetta svæði nánar til athugunar og þróunar. Þetta mun þróast úr hreinu athafnasvæði yfir í blöndu íbúðabyggðar og einhvers konar verslunar og þjónustu og líka hér með frá Hafnarfjarðarvegi. Þannig að það líka tæki sem við getum sett fram í aðalskipulagi og mikilvægt. En ef við skoðum bara hér svæði þar sem við köllum hér íbúðabyggðina hér 207 IB sem stendur fyrir íbúðabyggð og þá eru tafla í greinargerð sem að vísar beint á þetta svæði. Og það hérna stærri svæði lýst síðan heiti og hvaða svona lýsing á núverandi notkun og þess háttar
og síðan eru skipulagsákvæðin sett fram á bara í stuttum texta, helstu atriði. Hér sjáum við, þetta er þróunarsvæði og það er stefnt að þéttri blandaðri byggð í tengslum við miðbæ. Nánari ákvæði verða skilgreind í rammaskipulagi og hámarkshæð 4 hæðir. Deiliskipulag verður endurskoðað, af því við erum með deiliskipulag hér í gildi en það verður endurskoðað í kjölfarið á rammaskipulagsvinnunni. Við athugum það líka að það getur líka hugsanlega kallað á aðalskipulagsbreytingu. En svona er þetta nú sett fram og svo eru vísanir í önnur svæði, grænu svæðin og gráu svæðin, athafnasvæðin og annað sem á sér þá ákveðna tilvísanir í greinargerðinni. Það er eins með þetta eru önnur aðri landnotkunarflokkar, verslunar þjónusta, miðsvæði, samfélagsþjónusta, sett fram sem dæmi. Þið getið stoppað myndin og skoða þetta nánar og að sjálfsögðu er þetta náttúrulega yfirleitt allar skipulagsáætlanir aðgengilegar á netinu, hvað sem er á heimasíðu sveitarfélagsins eða hjá skipulagsstofnun. Ætla ekki að staldra sjálfum sér lengur við þessar myndir, ég bara skoði þetta nánar. Og eins með þetta er upplandið, þetta eru opnursvæðin sem eru njóta allskyns verndar. Þið sjáum að þetta er hluti af suður uppdrætti sveitarfélagsins Garðabæjar sem er upplandið, þar að segja heiðmörk og svæðin þar fyrir sunnan eða ofan, upplandið. Þetta eru bara óbyggðir í rauninni og brunnar hraun og merkileg náttúrufyrirbrigði sem þar má finna, en þarna er líka vatnsvernd, það er vernd samkvæmt náttúruverndarlögum, þarna eru fólkvangar og svo framvegis, þannig að þetta verður heilmikil klippimynd sem með verndarákvæðum alla vega á þessu svæði. Dökkblá í liturinn hérna til dæmis, þetta eru vatnsból, fyrirhuguð framtíðar vatnsból sem er ekki ennþá nýtt. Reyndar er þetta hér vatnsból, hluti af vatnsbólum Hafnfirðinga. Og fleiri landnotkunarflokkar, kirkjugarður og íþróttarsvæði og svo framvegis. Síðan er annað sem er mikilvægt í sambandi við það sem settir fram í aðalskipulagi. Það eru staðir til efnistöku og efnislosunar og urðun úrgangs. Það kemur fram núverandi efnistaka og efnislosun, það er að segja losun hreinna og ómengara jarðefna og jafnframt hvernig fyrirkomulagi á urðun úrgangs er háttað. Og það koma fram helstu einkennisvæðina og vinnslu sem þar fer fram. Og svo er stefnað efnistöku, efnislosun og urðun úrgangs. Það er flatamál og efnisrúmmál allra efnistöku, efnislosunar og sorpur urðunarstaðar og eftir því sem þörf er á, tegund efnis, tímalengd vinnslu, tengd mannvirkjagerð, notkun svæða að vinnslu lokinu og annað sem þörf er á fyrir gerð deiliskipulags. Áður en að ég tók við sem skipulagsstjóri Garðabæjar þá starfaði ég sem skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu í 3 ár og það árunum 2003 til 2006 og þar var viðfangsefnið oft og iðulega þessi efnistökusvæði sem eru viðkvæm og hafa verið lengi ekki góðri umgjörð en þetta hefur nú allt batnað og sums staðar hafa orðið orðið skaði og umhverfi sem hefði verið óþarfur með betri undirbúningi og því að það hefði verið skoðað nánar. Frístundabyggð, það er annað sem að ég fékkst talsvert við þegar ég var að starfa í uppsveitum Árnessýslu sem skipulagsfulltrúi og er viðfangsefni margra sveitarfélaga. Það voru árið 2012 skráð yfir 12.000 frístundahús á landinu og það eru 430 ferkílómetra skilgreindir undir frístundabyggð í aðalskipulagi sveitarfélaga á Íslandi. Og það eru miklu fleiri lóðir fyrir frístundabyggð skipulagar en eðlilegt er að byggjast upp á næstu áratugum og þetta er náttúrulega svolítið sérstakt fyrirbrigði. Gjarnan skipuleggja menn heilu hverfin og það byggist bara lítið hluti af því, bestu staðirnir í hverfinu og svo líða árin og lítið gerist. En þetta er mjög mikilvægur þáttur í aðalskipulagi sveitarfélaga á landsbyggðinni, ekki síst á Suðurlandi og Vesturlandi, þar sem flest frístundahúsin standa. Landbúnaðarsvæði eru náttúrulega sjálfsögðu líka sett fram í aðalskipulagi. Og það eru áherslur starfsemi tengdum búrekstri og svo framvegis. Og hafnarsvæði eru líka viðfangsefni aðalskipulags og flugvellir. Ég hef nú svolítið skemmtileg dæmi frá aðalskipulagi Bessastaðahrepps frá því fyrir mörgum árum og þar hafa komað fram til dæmis vangaveltur staðsetningu Reykjavíkurflugvallar á Álftanesi sem höfðu lengi áhrif á þróun byggðar á Álftanesi en ekkert varð úr
og verður varla héðan af. Nú, svo það samgöngu- og þjónustukerfin sem eru sett fram í aðalskipulagi og þar eru sett svona fram almenn atriði og síðan náttúrulega koma fram á uppdrætti hvað skuli þessi þjónustukerfin liggja. Það er best afsökunar á þessari stafsetningarvillu, það stendur þarna þjónustuhverfi, það á að vera þjónustukerfi að sjálfsögðu. Dæmi þarna almenn atriði úr gildandi aðalskipulagi Garðabæjar og helstu markmið og almenn atriði varðandi samgöngu- og þjónustukerfin. Þarna sjáum við hvernig þetta sett fram á uppdrætti. Nú síðan það stígakerfið og hvernig það sett fram og alltaf mikilvægara eftir því sem framleiða stundir að þetta kerfi virki því að það orðið svo mikið bæði útivist og hjólreiðar og annað og reiðleiðir þannig að sjáum við dæmi hvernig það sett fram á aðalskipulagsuppdrætti og líka í þemamyndum eins og þessari mynd sem hægra megin. Það langar að nefna hér eitt sem hluti af stígakerfinu, það það sem sett fram í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins stígakerfi á höfuðborgarsvæðinu sem við þurfum að taka mið af og það það sem þessir megin stígar sem tengja saman sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu. Hefur nefndu græni stígurinn sem liggur hér á mörkum byggðar og græna trefilsins sem svona skógræktarsvæði hér sem hringa sig í kringum höfuðborgarsvæði. Útivistarsvæði, það fyrirhugaður svona megin stígur sem verður greið leið alveg frá Kollafirði og suður í Kaldárssel og náttúrulega verður unnið á löngum tíma í áföngum en við höfum sett það fram í okkar aðalskipulagi. Síðan bláþráðurinn sem stígur sem liggur meðfram strönd höfuðborgarsvæðisins og á að tengja saman sveitarfélögin og gera mönnum kleift að komast leiðar sinnar meðfram ströndinni. Og síðan eru ákveðnir stígar sem tengja saman þessi bláþráðinn og græna stíginn. Og síðan náttúrulega það sem mikilvægt, það eru almennir samgöngurnar sem eru setta fram í aðalskipulagi og eru dregnar fram í þemakortum, það sem eins og ég nefndi áðan þá borgarlínan dregin þar fram og síðan rauðu punktarnir allavega tveir hér sem eru þá biðstöðvar borgarlínu. Og það sem skiptir vestu máli varðandi þá áætlun borgarlínu eða svona hágæða almenningssamgöngukerfi sem að þétta byggðina að megin leiðum og í rauninni það sem að borgarlínuverkefni snýst fyrst og fremst Það skipulagið í kringum samgönguásinn og leiðina sem borgarlínan mun þræða sig eftir. Því að það ekki nóg að setja fram hugmyndir tæknilega útfærslu. Skipulagið verður að vinna með því, annars fáum við ekki þetta fyrirbrigði til þess að virka. Svo náttúrulega veitukerfin sem eru sett fram í aðalskipulagi og þurfa að eiga sér stoð í aðalskipulagi sem setta fram á margvíslegan hátt og náttúrulega miklu flóknara heldur en bara aðalskipulagsferlið felur í sér. Það náttúrulega margir sem koma að uppbyggingu og viðhaldi þeirra mála. Nú svo eru ýmsir náttúrulega verndarákvæði og takmörkun og landnotkun sem við þurfum að taka tillit til og í sjálfu sér ekki sett fram í aðalskipulagi eða ákveðið aðalskipulagi, heldur eitthvað sem fer fram á annan hátt en kemur fram í aðalskipulagi og þarf að gera grein fyrir. Og það eru sérstaklega svæðin sem eru friðlýst svæði samkvæmt náttúruverndarlögum. Garðabær til dæmis hefur gengið mjög fram það að friðlýsa samkvæmt náttúruverndarlögum stóra hluta bæjarlandsins og þegar uppfærðu staðið þá verður alltaf 40% bæjarlandsins friðað samkvæmt náttúruverndarlögum enda mörg verkileg náttúrufyrirbrigði sérstaklega hraunin sem hægt að finna í Garðabæ inn á miðju höfuðborgarsvæðinu og það eru svæði sem náttúrulega eru mikilvæg ekki bara fyrir Garðbæinga heldur fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins og landsmanna allra. Nú svo eru náttúrulega önnur verndarákvæði sem eru fornleifar og fornleifaskráningar sem mjög mikilvægur þáttur sem verður að vinna á samhliða aðalskipulagi. Þegar verið var að vinna aðalskipulagsáætlanir síðustu áratugina þá hefur náttúrulega þurft að ganga að afla ýmissa upplýsingar sem lágu ekki fyrir áður og eitt af því eru fornleifaskráningar og upplýsingar fornleifar og hefur varið í síðasta aðalskipulagi hér í Garðabæ unnið heilmikið í því og við erum að vinna að því áfram eins og út á Álftanesi og annars staðar og það gríðarlega mikilvægt að þær skráningar séu á hreinu þannig að við séum ekki óþörfu að spilla merkilegu minjum búsett í landinu frá landnámi og heilmikið þéttleiki fornminja eins og við sjáum á uppdrættinum hér á Garðabæ. Í Garðabæ vantar reyndar ennþá upplýsingar Álftanes sem verið að vinna að núna. Og
önnur takmörkun á landnotkun, það vatnsvernd sem gríðarlega mikilvæg hér á höfuðborgarsvæðinu því að við erum með þessi miklu vatnsból og það eru stór svæði sem að njóta vatnsverndar, bæði sem brunnsvæði, grannsvæði og fjallsvæði og við þurfum að passa vel upp á. Það er annað sem að aðalskipulag þarf líka að kveða á það þarf að segja að taka tillit til, það er náttúruváin. Það eru sjávarflóð, eldgos, jarðskjálftar, ofanflóð og skriðuhætta. Þetta getur haft mikil áhrif á aðalskipulag og þess vegna verður þetta að vera með í myndinni og af margvíslegum ástæðum. Ég nefni hér til dæmis bara sem dæmi úr okkar, hjá okkur í Garðabæ, að þar tökum við fram hér, sjá hérna niðri vinstra megin, að það eru þekktir staðir þar sem eru allavega 2 staðir í Garðabæ þar sem er vitað miltisbrandssýkingu. Og þetta þurfum við þurfum að vita þessu og einhvers staðar þarf að setja þetta fram og það er líka merkingar á staðnum því að við vitum aldrei nema að það gæti komið upp smitt og við lentum í því hér í Garðabæ þegar við vorum að byggja upp á Fitjum fyrir 10 árum að það þurfti að stöðva framkvæmdir þegar kom upp þegar það var að grafa fyrir húsagrunnum að þá komu upp stórgripabein og það þurfti að grípa til ráðstafana þess vegna. Ég kannski aðeins að því síðar í kaflanum deiliskipulag. Umhverfisskýrslan er síðan mikilvægur þáttur í aðalskipulaginu og það er hún sett fram sem bara sérhefti sem fylgir aðalskipulaginu en í vinnunni við gerð aðalskipulagsins og þróun og mótun hugmyndarinnar þá var umhverfismatið alltaf til hliðsjónar. Hverjum þætti vinnunnar þá er það skoða hvaða áhrif hefur þessi ákvörður á þetta sem við skoðum þegar við erum að meta áhrifin og þar er skoðað samfélagi, það er náttúrufar og dýralíf, náttúru og menningarminjar, vatn, sjór og strönd, landslag og ásýnd, hljóðvist, loftgæði og loftslag og öryggi. Þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að meta hvaða áhrif hefur ákvörðunin á þessa þætti. Og hérna svona dæmi hvernig þetta er ekki í rauninni það sem við sjáum í umhverfisskýrslunni, þetta eru töflur sem við notuðum á meðan við vorum að vinna tillöguna og þar sjáum við þarna ákveðið dæmi þegar við erum að tala byggð í Hnoðraholti, hvaða áhrif þetta hefur á umhverfið og þarna sjáum við valkostina ef við gerum ekki neitt sem er hérna fyrst í dálkurinn, 0,1. Síðan er ákveðin útfærsla á tillögunni 2, 3 og 4 og hvaða áhrif það hefur á umhverfið. Við getum skoðað þetta svona í rólegheitum. Eitt af þeir sem við vorum að skoða var breyting í aðalskipulagi á legu svo kallast ofanbyggðavegar sem var áður í aðalskipulagi sett fram og niðurstaðan var svo að til þess að forða það að við fáum stofnbraut hér bakka Vífilsstaðavatns sem er mikil náttúruperla þá höfum við verið að tengja ofanbyggðaveg niður Reykjanesbraut og ætlum okkur að útfæra það öðruvísi í samkvæmt nýju aðalskipulagi og það var eitt af því sem við þurftum að skoða út frá umhverfismati og hafði margvísleg áhrif. Ég lík þá þessum þætti þar sem ég hefði fjallað svona efri stig skipulagsáætlana, það að segja landsskipulagsáætlun, svæðisskipulag og aðalskipulag og í næsta kafla, síðari hluta þessa fyrirlesturs, þá ætla ég að ræða við ykkur deiliskipulag.